Ok, mér langaði svolítið að byrja eiginlega bara nýja seríu varðandi að læra á hlutabréf því að mér líður eins og ég fór aðeins svo hratt í gegnum þetta síðast og ég var aðeins svo snöggur að útskýra allt, ég fór ekki nógu ítarlega í allt þannig að fólk var ekki alveg að skilja af hverju við gerum hlutina eða leitumst eftir hlutunum sem eru að myndast varðandi öll hlutabréf og krypto og forex og allt þetta því að þú veist, þetta væntanlega virkar á öllu en ég mun sem sagt búa til ný myndbönd fyrir hvern einasta hlut og meira frá því sem kom frá upp á topp. Ég mun fara hægar í gegnum þetta, ég mun útskýra þetta meira ítarlega, ekkert endilega finna fleiri dæmi, bara svona aðalega útskýra hvernig þetta virkar og svo vil ég svolítið gefa ykkur heimavinnu í lok hvers myndbands. Þannig að þið getið þá upplifað þetta og fundið þetta út úr þessu svolítið sjálf því að allir læra best með því að gera og það er bara fakt. Ef einhver segir að þau læra betur varðandi að lesa bækur heldur en að smíða hús, ef þú ert að lesa bók til dæmis að smíða hús, þú lærir það miklu betur frá reynslunni af því að bara fara út og svolítið reyna þetta í gegn sjálfur, að sjá hvernig þetta allt virkar. Þannig að ég mun útskýra þetta allt eins ítarlega og ég mun koma með ástæður og dæmi af hverju þetta virkar og af hverju markarinn haga sér svona, en þessi myndböndi verða rosa slow. Ég mun alltaf halda mig við efnið, ég mun ekki koma með einhverjar sögur eða eitthvað svona eða dæmi sem að hefur komið varðandi mína reynslu. Það mun bara koma ef ég sé þörf á þess að það mun koma. En öll þessi myndbönd verða rosa slow, rosa líbó, bara við að spjalla og ég að útskýra af hverju markarinn gerir það sem hann gerir og af hverju við notum þetta og ég mun svara bara flest þessum spurningum sem koma. Ég mun ekki reyna að drífa mig á að klára þetta vídeo, ég mun ekki reyna að drífa að klára eitthvað efni út af ég held að þú þarft þess ekki því að sumt af þessu efni nota ég ekki en ég mun samt kenna það fyrir fullt og allt því að ég hef hort á flest öll ICT myndböndin, ég hef hort á 2022 mentorshipið, 2024 mentorshipið, ég hef ekki hort á 2023 en það var bara að enginn sagði mér að horfa á það, þannig ég gerði það aldrei. Ég hef hort á öll core contents og scalping, one setup for life, ég hef hort á þetta allt. Þannig að ég þekki og kann, ég ætla ekki að segja allt því að það er örugglega eitthvað sem að ICT hefur kennt sem ég hef ekki hort á, en ég ætla að segja að ég kann 90% af það sem að Inner Circle Trader eða Michael J. Huddleston hefur kennt áður. Þannig að það sem ég vil gera er að ég vil taka upp flest öll myndböndin fyrir þessa seríu áður en ég gef út þetta myndband. Þannig að þegar þú ert að sjá sem sagt þennan þátt þá er ég búinn að taka upp, ég veit ekki hversu marga þætti í viðbót en ég verð með fleiri þætti sem sagt inn í, bara í harddiskni mínum, í tölvunni minni sem verður tilbúin fyrir uploads. Ég mun ekki gefa þau öll út á sama tíma, ég vil hafa tíma á milli hvers þáttar sem að þið þurfið svolítið að leggja höfuðið í bleyti og að sjá þetta sjálf svolítið, að finna dæmi á ykkar markaði. Ég mun ekki kenna ykkur hvernig maður á að setja upp TradingView. Ég mun kenna ykkur hvernig maður að setja upp sem sagt, hvernig maður teiknar upp hlutina eins og þið sjáuð hér, hérna hægra megin eða vinstra megin, ég veit það ekki, en ég mun kenna ykkur hvernig þið sem sagt stillið upp allt þetta hér. En ég mun ekki kenna ykkur hvernig þið setja upp TradingView, ég mun ekki kenna ykkur hvað þið þurfa að kaupa en eitt svoleiðis því að Google er svolítið fyrir það og það er rosa auðvelt að finna svarið inn á Google. Ég mun ekki kenna ykkur hvernig þið getið notað ykkar eigin pening inn á hlutabréfamarkaðinum og ég mun ekki kenna ykkur hvernig það nota sem sagt funding accounts því að ákærur varðandi á mig getur komið í gegn. Ég mun ekki hafa viðvörun varðandi kennsluefnið að þetta getur leitt til taps eða hagnaðs því að
ég mun aldrei kenna ykkur hvernig þá að nota ykkar eigin pening inn á þetta. Ef þið viljið nota ykkar eigin pening til að græða eða tapa, þá er það bara komið á ykkur til að finna út úr því. Ég gæti kennt ykkur risk management, það gæti komið fram, en þá er það einfallega að ég er að nota paper trading account og ég mun kenna ykkur bara hvernig ég á að treyta með því frekar en að nota ekta pening eða funding pening. Svo ég er svona að reyna, ég vil svolítið hafa þetta alltaf one take, ég vil ekki vera að klippa þessi myndbönd mikið. Ég mun sem sagt upp á topp serían, þegar þetta myndband verður komið út, mun ég unlista öll upp á topp myndböndin, en ég mun setja linkin af unlistinu eða af playlistanum í descriptioni hérna fyrir neðan. Þannig að ef að þið viljið horfa þau aftur, þá verða þið þarna, en ég vil ekki hafa þau, þú veist, public. Þú þarft að finna þetta myndband fyrst til að finna þau. Og já, ég held bara, þú veist, join í Discordi ef þið viljið. Ég er með one-on-one kennslu þar, frítt væntanlega. Þið þurfið bara að fylla skjali þar og ég mun vonandi reyna að ná þér inn. Ég ætla að reyna að ná sem flestum, en ég lofa engu. Já, ég held það er svona aðal það sem ég vildi svona byrja að tala um. Við erum væntanlega að fara inn á markaðinn mjög fljótlega, en já, þetta er svolítið bara líbóð, svolítið rólegt, bara hafið penna eða Word document eða eitthvað til að skrifa inn í það sem ég er að fara að kenna ykkur. Ég mun tala hægt, ég mun gera þetta rosa rólegt. Ef ég finn fyrir að ég byrjar svolítið að pikka upp hraðan hvernig ég tala, þá mun ég reyna að hægja á mér meira. Já, hver er ég? Ég heiti Ásmundur Ari, betur þekktur sem Gott að pissa. Ég er búinn að vera inn í hlutabréfabransanum í 700 daga. Ég græddi mína fyrstu milljón á 3. mánuði. Ég græddi mína seinni milljón á 7. mánuði. Og svo hef ég verið bara að græða nokkuð stöðugan pening inn á hlutabréfum. Markmiðið mitt er ekki að kenna þér að græða pening. Markmiðið mitt er að kenna þér hvernig hlutabréfamarkaður virkar. Og að þetta er ekki get rich quick scheme. Við erum einfaldlega að leika okkur, og ég vona svolítið að þú sér þetta bara sem tölvuleik eða hobby sem þú getur vonandi grætt pening af. Ég segi vonandi út af því að starffræðin á bakvið hlutabréf er að 1 af hverjum 10 ykkar sem horfa á þetta myndband munu almennilega komast í gegnum markaðinn. Hvað ég meina með því er að 50% ykkar munu gefast upp rosa hratt. Þið hafið kannski eitthvað annað að gera með lífið ykkar, þið sjáuð ekki ástæðu til að vera að þessu, ykkur finnst þetta ekki gaman, þannig að þið gefist upp. Hinn 40% af ykkur munu einfallega aldrei sjá hagnað. Þetta er bara starffræðin, það er ekkert annað sem ég get sagt. 40% ykkar munu læra þetta alveg í gegn, munuð ná langt, en þið munu aldrei ná að græða þessu. Þetta er einfallega starffræðin. Ástæðan er sem sagt að af hverju þið munuð ekki ná að græða að þessu er að þið hafið ekki sjálfsagan eða sjálfströstið, sem sagt discipline, til að passa að þið tapið ekki pening. Þannig þið getið svolítið tekið það til hjarta að, þú veist, ef þið viljið vera 1 af þessu 10, að þið þurfið að búa til sjálfsaga. Að ef þið eru að gleyma að busta til dæmis tennur á kvöldin áður en að fara að sofa, það stoppar í dag. Þú þarft að byggja þann sjálfsaga. Ef þið búið ekki rúmið ykkar þegar þið vakna á morgnana, þá stoppa það í dag. Hvern einasta morgun þið vaknið 5 mínútur undan áætlun bara til þess að búa rúmið ykkar. Ég meina, þú veist, já, ég er kannski með föt hérna á rúminu, en ég er samt búin að búa rúmið mitt. Þú veist, klukkan er 10, ég er vaknaður, ég er búin að fara í sturtu, þótt ég með hettur á mér, ég er búin að fá mér að borða, ég er búin að gera allt sem ég þarf að gera fyrir daginn í dag og klukkan er 10, en markarinn opnar ekki fyrir en eftir 3 tími viðbót. Þið þurfið svolítið að finna sjálfsaga, þannig að 40% ykkar munu ekki ná í gegn, einfaldlega út af því að þið hafið ekki sjálfsagan til að passa upp á það
að þið eru ekki að fara að tapa ómiklu peningi og að þið eru ekki að fara að ná að græða nóg. Þú getur tapa rosa lítið, en sjálfsæðin getur verið að þú ert ekki að græða nóg. Sjálfsæðin getur líka verið að þú ert að græða fokki mikið en þú ert að tapa meira. Já, 50% ykkar muni gefast upp og hinn 40 munuð ekki hafa sjálfsæðin til að slá í gegn. 10% ykkar munu í alvöru komast í gegn, sem sagt 1/10 ykkar mun komast í gegn. Þannig að ef að þetta myndband hefur 100 views, 10 af ykkur munu vonandi komast í gegn og ná upp á topp. Í þessu myndbandi mun ég fara yfir liquidity, fair value gaps og premium og discount. Það er það sem við ætlum að tala um í dag. Ég ætla ekki að fara yfir mismunandi tegundir fair value gaps, það kemur bara seinna. Og ég ætla svolítið að útskýra af hverju markaðurinn haga sér eins og hann haga sér. Ég ætla að reyna að fara svolítið við timeframes líka, en ég vill ekki segja meira á þetta. Ég ætla bara að reyna að komast í gegnum sem flest, sem hraðast, en samt sem öruggast. Þannig að svolítið bara, já, ég segi við förum bara svolítið í gegnum þetta, eins og ég segi, við tökum þetta bara allt rólegt, við förum hægt í gegnum þetta og höfum þetta svolítið létt og laggott, svolítið þægilegt. En, já, svolítið bara jeppir inn í 12 mínútur, en það verður bara að hafa það. En ég er sem sagt með glósur hérna yfir hvað ég ætla að fara yfir og svolítið til að halda mér í takt við það sem ég er að tala um og ég sé ekki að fara svolítið off script. En allt þetta efni verður kennt á ensku. Ég mun ekki reyna að breyta þessu yfir íslensku, ég reyndi að gera það með upp á topp, en það var svolítið bara misskilningur þegar ég gerði það. Fólk var ekki að skilja hvað ég var að tala um, eða þegar þau skildi hvað ég var að tala um, þau voru kannski að tengja það vitlaust við enska hugtakið. Þannig að allt efnið verður kennt á ensku og það mun vera enska sletturinn á þessu, en ég mun samt reyna að halda þessu undir móðumál okkar. Já, þannig við skulum bara fyrst og fremst byrja að tala um af hverju markaðurinn haga sér eins og hann haga sér. Markaðurinn er sem sagt algoritmi og það er rosa erfitt að útskýra hvað ég meina með algoritmi, en ef við tökum til dæmis dæmi með, ég held kannski, tökum bara Facebook, ég held að flest ykkar eru alveg með aldur til að vera að nota Instagram, því að aldursmunurinn sem horfa á þessi myndbönd, ég sé að hann er svolítið dramatískur. Þetta er allt frá 16 ára til hvað ég held að var 47 var elsti sem að horfa á upp á topp myndböndu mín. En já, eitt áður, þið þurfið að vera 18 ára til að geta treytað með alvöru pening. Skatturinn mun taka peningin ykkar ef að þið eru undir 18. Hlutabréfamarkaðurinn mun taka peningurinn ykkar ef það þau uppgöta þau eru undir 18 og þau hugsa kannski hvernig ósköpunum munið þið fatta ég er undir 18. Allar skýrslur, öll pappírsvinna og allt þetta verður undir ykkar eigin vegabréfi. Þið þurfið vegabréf og vegabréfanúmer og sem sagt kennitalan taxnúmer ykkar í Bandaríkjunum, sem sagt SSN. En þau muni koma og annarkvort segja þú þarft að gefa upp vegabréfsnúmer ykkar, eða að þau muni spurja þig einhvern tímann í framtíðinni að þegar þú biður að taka pening, heyrðu, hvað er vegabréfnúmerið þitt, til að sanna lögaldurinn. Og ef þú ert undir 18 ára eða þú greiddir peningin þegar þú varst ekki orðin en núna ert orðin 18 ára, þau muni taka allan peningin af þér sem þú greiddir upp að 18 ára aldri. Þannig þetta er bara svona gott til að hafa aftur í huganum ykkar. En markaðurinn er algoritmi og hvað ég meina með því er að ef þú ert að horfa mörg hundavídeó á Instagram, þá mun Explorer page þitt á Instagram vera svolítið mikið tengt hundum. Auglýsingarnar sem þú færð mun svolítið vera mikið tengt hundum og það sama með til dæmis að þegar þú ert að byrja í hlutabréfum, að þú ert kannski mikið að horfa á hlutabréfamyndbönd inn á YouTube eða Instagram eða eitthvað. Þannig að YouTube feedið þitt, Explorer feedið þitt, TikTokið þitt, þetta verður svolítið mikið bara hlutabréf. Og það er það sem algoritmi er. Hann sér hvað þú ert að gera og hvað þú ert að endurtaka að gera aftur. Þannig að þau ýta svolítið undir að þú horfir meira á þetta því þau vita að þú fílar akkurat þetta.
og það nákvæmlega það sem markarinn gerir, nema í staðis að þetta fyrir hverja einustu personu, að algoritminn að hann tekur saman 20.000, 100.000, ég veit ekki en ef kannski 1.000.000 manna áhuga á hlutabréfum og svolítið reynir að endurtaka sig í kringum miðpunts allra þessa manna sem eru að treyta, og sem þýðir það að markar endurtekur sig hátt upp að 50.000 sinnum á dag. Það er ógeðslega há tala og það er ógeðslega oft sem það gerist innan við 24 tíma, en ég veit ekki hversu oft það er, en ég held að það er á hverju ég held það þessi 3 sekúndur eða 2 sekúndur eða eitthvað, en basically á sekúndu fresti er markarinn að endurtaka sig yfir eitthvað sem hann hefur gert áður. Hvert einasta kerti sem að þú sérð hér, það hefur myndast áður, og þetta hefur allt gerst áður. Það er, þú veist, hann mun alltaf endurtaka sig, hann mun eitthvað af þessu gerðist kannski 1970 eða 2024 eða 2026 eða eitthvað 2012. Þetta hefur allt gerst áður og hann er að endurtaka það bara nákvæmlega núna. Og við erum svo að það sem heitir Smart Money Concepts, eða það sem þú ert að læra núna heitir Smart Money Concepts, SMC, sem þýðir sem sagt að við vitum að markarinn er algoritmi, að hann er að endurtaka sig. Og það er annað sem heitir Retail Traders, og þau nota sem sagt Support and Resistance, Breakouts, Bear Flag, allt þetta. Þau eru Retail Traders, og þau vita ekki að markaðurinn er að endurtaka sig upp á fullkomna mestu nákvæmt. Að hvert einasta kerti hér hefur ástæðu af hverju það lokaðist þarna eða opnaðist þarna eða fór þangað upp eða þangað niður. Það er ástæða fyrir hverju einasta af þessu. Það er alltaf einhver ástæða af hverju markarinn gerði þetta sem hann er að gera, og við erum akkurat að fara að læra það og finna út allar ástæðunar, og við getum þá svolítið grætt af því hverjar ástæðunar eru. Og þú ferð frá því að winrate inn á hlutabréfum fara úr 30% alltaf 50-70. Þú mynd ekki fara hærra en 70%. Það gæti komið fyrir að 1 ár eða 1 mánuður eða 1 vika verði hærra en 70% winrate, en það mun ekki endast lengi, því að flest allir traderar eru í kringum 50 eða rétt svo yfir 50% winrate. En já, markaðurinn er sem sagt algoritmi. Svolítið upp á topp þá tala ég sem sagt kertin og open, high, low, close. Ég þurfti að pása smá. En já, það er sem sagt open, high, low, close. Og ég ætla svolítið ekkert mikið að tala um það. Ég skal núna snögglega, og í alvöru meina snögglega fara yfir það. Því að ef að þú kannt ekki á kerti, þá er svolítið best að þú farir að horfa á það fyrst, því að þetta er svo rosa einfalt og það er svo erfitt að útskýra hvernig kerti haga sér á íslensku, og víst að ég er svolítið að reyna að hafa þetta allt á íslensku, þá langar mér helst ekki að útskýra það. En ég ætla rosa snögglega að fara yfir hvernig kerti eru og hvað í óskapni kerti er. Sem sagt, ef við zoomum bara, förum á klukkutíma timeframe, ég ætla að fara bara lengra hinga þar sem að allt þetta merkingar eru ekki lengur hérna. En ef við tökum bara sem sagt þetta hérna kerti sem dæmi, þetta hérna kerti, þetta svarta kerti hér. Hjá þér það mun örugglega vera sem sagt rautt á litin eins og svona, en ég hef það bara svart. Það er ástæða bak við að ég hef þetta svart, þú getur væntanlega bara ráðið þessu hvernig þú hefur. Það er svolítið gaman bara að leika sér að breyta, þú veist, öllu, hvernig allt, þú veist, lítur út, hvernig þú getur gert þetta bara hvernig sem er, fattar ég. En þetta er hvernig ég hef þetta, ég skal bara snögglega fara yfir, bara svona þú getur pásað og skoða hvernig þetta allt er. En þetta er sem sagt allt hvernig ég hef þetta. En kerti er sem sagt þessi hlutur hér. Þetta hérna er eitt kerti. Ég skal gera þetta með sjá svona. Ok, þetta er ekki eins og betra. En þetta hérna er sem sagt eitt kerti. Úps, sjá svona, svona, svona og svona. Að þessi gæði hérna, þetta er eitt kerti. Þetta er sem sagt bearish kerti, og það sem bearish þýðir er að markaðir eru á niðurleið
og bullish markarinn á uppleið. Þú getur svolítið glósa það. Það sem sagt bearish og bullish. Bearish niðurleið, bullish uppleið. En bearish kerti, þau opnast á þessari línu hér, sem sagt á efri partinum á bodyinu, þessi svarti hér body, lokast á neðri partinum á bodyinu. Wicks sem sagt þessir standa hérna út úr kertinu, að kertið fór allaleg hingað upp og fór allaleg hingað niður. Þannig að fyrir þetta kerti þá fór það opnaðist, það fór upp, það fór allaleg hingað niður og lokaðist svo hér. Það bearish kerti. Allt og sumt, ég ætla ekki að útskýra meira, það Google fyrir það. Næst sem sagt höfum við bullish kerti, það þetta kerti hérna. Þetta sem sagt bullish kerti. Það svolítið akkurat öfugt, það open, low, high, close. Sem sagt, það opnaðist á neðri partinum á kertinu, það fór allaleg hingað niður, þetta wick fór allaleg hingað niður, það fór svo allaleg hingað upp, en lokaðist svo hérna. Þannig að það open, low, high, close. Sem sagt, bearish kerti open, high, low, close. Ég skal gera þetta í stórum stöðum. Open, high, low, close. Og bullish kerti open, low, high, close. Þið munið svolítið nota þetta svolítið seinna inn í ykkar reynslu á hlutabréfum, en þetta hvernig kerti virkar. Næst skulum við bara fara almennilega inn í hlutabréfin, sem sagt liquidity. Ástæðan af hverju markaðurinn hreyfist liquidity. Bankar það sem færa markaðinn og algoritmi nummer 1 sem færa markaðinn, en bankar nummer 2. Þau að treyta með milljörðum króna á hverri, ég veit ekki, klukkutíma eða eitthvað. En stærðin þeirra svo stór að þau komast ekki inn í markaðinn hvar sem Þannig að þau stóla á liquidity til að kaupa og selja. Svo hvað liquidity? Sem sagt, segjum að þú kaupir eitthvað staðar hér. Þú kaupir hérna og við með það sem heitir stop loss. Og stop lossið sem sagt það að þegar markaðurinn kemur hingað niður, þá ertu að segja við kauphöllina að sem sagt, hei, þegar markaðurinn kemur að þessu til dæmis swing lowi hérna, seldu allt sem ég á. Þannig að ef ég tapa, þá tapa ég bara x mikið af pening. Og það það sem bankinn þarf til að sem sagt, kaupa sig inn eða selja sig inn. Sem sagt, segjum að það sko 10 ef ekki 100.000 manns að kaupa hér. Eins og þið sjáu kannski voljúm hérna uppi, ef þið sjáu að 173 manns keyptu hér, 79 hér, 118 hérna, 85 hér. Þannig að það alveg kringum 10.000 manns að kaupa hér. Þannig að þau flest öll með sitt stopploss hérna. Þannig að þegar markaðurinn kemur allaleg hingað niður og stoppar allt þetta fólk sem voru að kaupa hér eða hér jafnvel, þau stoppuð út, sem þýðir að bankinn getur loksins keypt sinn helming eða sinn part í hlutabréfinu, og þegar bankinn kaupir þá rykst markaðurinn upp, því að þau að treyta með svo miklu meiri pening en vanalega að markaðurinn rís upp. Eins og þið sjáuð, ef við skoðum voljúmið hérna uppi, þið sjáuð að þetta í kringum 150, þetta svona 50 til 200 manns að kaupa hérna. Ef þið sjáuð að kerti hér sem tekur út liquidityið, það 482 kaup að fara þannig í gegn. Næsta kerti 492, næsta kerti 443, næsta kerti 365. Þannig að við förum úr 50 til 200 manns að kaupa hér í að það 400 manns að kaupa hverju einustu mínútu, 400 til 500 manns að kaupa hverju einustu mínútu þegar við erum komin fyrir neðan þetta kerti. Það sýnir fólk að vera stoppuð út og fleiri að kaupa sig inn. Og akkurat, það sem sagt bankarnir sem gera það. Og það það sem liquidity að ef við búumst við því að markaðurinn að fara upp, þá munum við sjá sell stops tekin út. Sagt, þetta sell stops og það stopplossið sell stop.
og eins og hér, ef við búumst við því að markaðurinn er að fara niður, þá búumst við því að markaðurinn verður stoppar fólk út og heldur svo áfram niður. Það er það sem við munum búast við. Sem sagt, það eru alls konar swing lows og swing highs. Það er rosa auðvelt að útskýra hvernig swing lows og swing eru. Swing low eru sem sagt 3 mismændi kerti, sem sagt 1, 2, 3 og minnsti punkturinn á þessum 3 kertum, það er swing low. Og þetta er svolítið það sem við notum til að stóla á að stróka og skrifa út sem sagt okkar liquidity. Við höfum sem sagt swing low, við höfum swing high, það er akkurat öfugt, 1, 2, 3, þetta er swing high, þetta er hæsti punkturinn af þessum 3 kertum, þá er þetta swing high. Þannig að það eru svolítið mikið af swing highs og swing lows eins og þið sjáuð. Við köllum þessi algengu swing lows short term swing lows. Hvað þýðir það? Short term einfallega þýðir stutt tímabil. Að short term low, það búist við því að markaðurinn mun taka þig út nokkuð snögglega. Að markaðurinn kemur helviti hratt til að taka short term swing lows út. Sama með swing highs. Þetta er short term swing high, markaðurinn kemur, tekur swing highið út og heldur áfram niður. Sama með hérna. Við höfum short term swing high, markaðurinn tekur út, heldur áfram niður, tekur út short term swing low, fer aftur upp, tekur út short term swing high, fer niður, tekur út short term swing low, fer upp, tekur út short term swing high, fer niður, tekur út short term swing low, fer upp, tekur út short term swing high og svo koll að kolli. Þetta er bara það sem markaðurinn gerir. Hann tekur út highs og lows í markaðurum endalaust. Það er allt sem markaðurinn gerir. Þannig að ef við skoðum bara hvar sem við höfum swing low, markaðurinn tekur það út, fer aftur upp, við höfum swing low hér, þú veist, þetta er út allt. Markaðurinn kemur alltaf til að taka þetta út, til að taka svo út önnur swing highs og swing lows, swing low, swing low, swing high, tökum það út, höldum áfram niður. Þetta er bara það sem markaðurinn gerir. Við erum núna á sem sagt 1 mínútu timeframeinu, 1 minute. Það eru til alls konar timeframes til að finna þessi swingpunta. Sem sagt 1 mínúta þýðir sem sagt að hvert einasta kerti hér er 1 mínúta. Ef við förum til dæmis á 5 mínútna timeframe, þá sérðu að hvert einasta kerti hér er 5 mínútur. Þið sjáu tíman hérna niðri. Þið sjáu 5:50, 6, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20. Þið sjáu að hvert einasta kerti er 5 mínútur. Þið sjáu að þessi swing lows og swing highs eru miklu meira áberandi hér. Það er svolítið auðvelt að sjá þessi swing lows og swing highs á til dæmis 5 mínútna timeframeinu eða jafnvel 15 mínútna timeframeinu. Það er rosa auðvelt að sjá öll þessi swing lows og swing highs. En markaðurinn sem sagt sækist út í liquidity. Við höfum til dæmis hérna, er ég ekki með segul á þessu? Ég er ekki með neitt úti. Þetta hérna er það sem við köllum sem sagt sell side liquidity. Af hverju? Jú, út af því að þegar við erum að kaupa eitthvað, þá er stopplásið okkar sell stop. Og það er ástæðan okkar, þetta er sell side liquidity. Því að allt sem er fyrir neðan okkur, það er sell side. Það sem við höfum líka er buy side liquidity. Og það er akkurat þetta hérna. Þetta er sem sagt buy side liquidity. Buy side liquidity er sem sagt þegar við erum að selja markaðinn, þá er stopplásið okkar buy stop. Og það er ástæðan okkur að þetta er buy side liquidity. Mörg eitthvað gætu verið svolítið lost eða ringluð varandi það að selja markaðinn. En þegar þú ert að selja markaðinn, þú getur grætt peningaði. Að þegar markaðurinn er á niðurleið, þá getur þú hagnast það. Ég ætla ekki að útskýra af hverju og hvernig það virkar. Það er akkurat það sem Google er fyrir. En við getum svo grætt bæði í longs, markaðurinn uppleið, eða shorts, markaðurinn á niðurleið. Það sem markaðurinn... Hvað var þetta? Ég veit ekki hvað það var. En það sem þegar markaðurinn... Byrjum upp að nýtt. Markaðurinn sækist alltaf í að taka út sell side liquidity, svo buy side liquidity, eða buy side liquidity, svo sell side liquidity. Þannig þegar við búumst við að markaðurinn er að fara niðurleið, þá búumst við því að markaðurinn tekur út buy side liquidity.
til dæmis eins og taka þetta út snöggvast, til dæmis eins og þetta buy side liquidity hér. Markarinn tekur það út áður en það heldur áfram niður og sjáu hvað gerist næst. Jú, það tekur út sell side liquidity. Sjáu hvernig þetta virkar. Buy side, sell side, sell side, buy side. Má ég sjá. Já, þessi liquidity sweeps, það sem það heitir þegar markarinn tekur út liquidity, það heitir stop rate. Stop rate er bara það að það er að stoppa fólk út, það er að taka út stop loss og það er það sem stop rate er. Þannig að þetta hérna er það sem að er ég ekki með það hérna, en þetta er sem sagt stop rate. Stop rate, það gerir þetta hérna grátt því að það er það sem við merkjum stop rate. Svona. Þetta er sem sagt stop rate og þetta er það sem við köllum Judas swing. Judas swing. Það sem Judas swing er hörkulegt afl til að taka út stop loss, eða sem sagt fólk sem er að selja eða kaupa. Sem sagt sama með eins og hér, við höfum buy side liquidity hérna, svona, og ég ætla bara að kopja þetta hérna yfir. Þetta er þá stop rateið af þessi buy side liquidity, því að það er að stoppa fólkið út sem eru short. Ef þau myndu selja hér til dæmis, þá myndu þau hafa stop lossið sitt hérna og markarinn stoppar þið út aftur. Svona. Þessi pumpa hérna, þetta svæði hér, þetta heitir Judas swing. Það er þessi kraftur sem skýst upp til að stoppa fólkið út. Mér líður svo sikkert meira til að útskýra það. Þetta er bara sem sagt, já, það er vikkast niður til að stoppa fólki út. Markarinn sækist ekki einfallega í að taka út liquidity. Það gerir það aðalega, en það sækist einna í að fylla ójafnvægi, sem sagt imbalances, og það er það sem við notum fair value gaps fyrir. Markarinn vill vera eins jafn og hann getur, að hann vill vera eins sanngjarn og hann getur. Það er aldrei óréttlæti eða ójafnvægi inn í markaðnum. Hann vill vera imbalanced, hann vill sækjast í það sem heitir equilibrium. Þeir sem fóruð í ensku tíma í framhaldsskóla eða jafnvel háskóla, þá ætti að vita hvað equilibrium er. Þetta er svolítið flókið orðatiltæki og þetta er kennt helvíti snemma í framhaldsskóla, allavega í mínu framhaldsskóla. Ég var í FIVF og í MS og í bæði skiptin lærði ég equilibrium þar. En equilibrium er sem sagt jafnvægi, það er allt sem það er, að markarinn sækist í jafnvægi. Og hvað í ósköpunum er sem sagt ójafnvægi í markaðinum? Það sem ójafnvægi er sem sagt þetta gat hér, þetta er ójafnvægi, þetta er það sem heitir fair value gap. Fair value, væntanlega bara að fólk vill fá sinn part í hlutabréfum, vilja kaupa akkurat það sem þau vilja. Ef einhver vill kaupa hérna í 20.500, ég sé verði hérna hægra megin, en ef einhver vill kaupa akkurat í 20.500 $, þá náðu því ekki, og það er ójafnvægin inn í þessi markaði. Og þetta fair value, það vill alltaf hafa jafnvægi inn í þessu. Þannig að markarinn svolítið sækist í það að koma tilbaka og fylla þessi ójafnvægi, svo þeir sem mistu af því að kaupa sinn part, akkurat sitt verð, hann kemur tilbaka til að sækjast í því að fólki sem vildi kaupa hana fá þann sjens í að kaupa. Þetta er eins og þegar strætó byrjar svolítið að leggja af stað en hann sér þig spretta á eftir honum. Það væntanlega stoppar strætóinn til að hleypa þér inn, til að halda jafnvægi milli, bara milli ykkar. Svolítið lélegt dæmi en ég læt að slæta. Sem sagt ójafnvægin eru sem sagt 3 kerti samanlögð. Við höfum 1, 2, 3, A, B, C. Kerti 1 og kerti 3, þau mætast aldrei. Ef við drögum út sem sagt lóið af kerti 1 og hægið af kerti 3, eða hægið af kerti C og lóið af kerti A, þið sjáum að þau mætast ekki. En kerti 2, það er gat hérna milli. Já, það er kertið þarna, en það er engin wicks til að fylla þið. Eins og þið sjáum til dæmis hérna, ef við tökum þetta sem dæmi, á lóinu af kerti A og á hæginu af kerti C,
þið sjáu að kerti C actually fyrir ofan kerti A, sem þýðir að það ekkert ójafnvægi hérna, að allir sem keyptu eða seldu hana fengu akkurat sitt verð. Þannig að við getum svolítið dregið þetta út og þið sjáuð að markaðurinn kemur tilbaka inn í þetta svæði. Í þetta tilviki það tók markaðinn 71 daga til að koma að fylla þetta ójafnvægi, en hann gerði það hvort þið hann gerði það nákvæmlega hvort þið en þetta það sem fair value gap ef við skoðum sem sagt bullish fair value gap, þetta var bearish, þið sjáu að kertið svart, það bearish fair value gap, þannig að þegar markaðurinn kemur inn í þetta ójafnvægi, þetta fair value gap, það búist við því að markaðurinn fari niður. Bullish fair value gap sem sagt til dæmis þetta hér. Við tökum high af kerti A og low af kerti C. Þið sjáuð að hvoru þeirra mætast, sem þýðir að þetta hérna ójafnvægi. Ég bara breyta þetta í grænt því að þetta á uppleið. Þannig að það sem við búist við því að markaðurinn fer inn í þetta ójafnvægi og heldur svo áfram upp. Og það nákvæmlega það sem gerist hér. Þetta reyndar mjög gott dæmi. Það nákvæmlega það sem gerist hér. Það fer inn í þetta ójafnvægi og heldur áfram upp. Og það það sem að markaðurinn sækist í. Að fylla sem sagt liquidity, að stoppa fólk út, en það vill samt vera sanngjarnt. Þannig að það sækist í það að fylla ójafnvægi. Þannig að ef við tökum bara akkurat þetta hérna, consolidation hér, þá sem sagt, við höfum ójafnvægi hérna, markaðurinn fyllir það og heldur áfram niður. Þið sjáu að kertið svart, sem þýðir að það á niðurleið. Aftur við höfum bullish fair value gap hérna, markaðurinn fyllir það, heldur svo áfram upp. Sama með hér, við höfum bullish fair value gap, markaðurinn fyllir það einu sinni, tvisvar, þrisvar og heldur samt alltaf áfram að fara upp. Þið sjáu stundum að ójafnvægin ekki fyllt, eða þau koma að fylla það en halda samt áfram niður. Hver ástæðan fyrir því? Jú, það bara það að þessi ójafnvægi alltaf hátt uppi. Að þau þú veist, ekki í það sem heitir discount, í þessu tilviki discount. En ef við skoðum, oh my god, ég þól ekki þetta gerist. Andskotin hafa lokið svo bara. Það sem sagt gerist að við höfum sem sagt 50% línu, equilibrium, það 50%. Segjum að markaðurinn sé að dunda sér hérna og hann bara eitthvað að leika sér hér og svo fer hann allaleg hingað upp, hann fer svolítið harkalega allaleg hingað upp. Ef við sjáum til dæmis ójafnvægi myndast hér, við búumst ekki við því að markaðurinn virði það. Af hverju? Því að markaðurinn sækist í equilibrium, hann sækist í jafnvægi, að hann svolítið jafnt á milli discount og premium. Þetta hérna sem sagt premium og þetta hérna sem sagt discount. Við reynum að fara long í discount og við reynum að fara short í premium. Þannig að þegar markaðurinn svona hátt uppi þá forðumst við þess að kaupa í premium. Eina ástæðan af hverju myndum kaupa í premium að þegar discountið svolítið jaft, að það búið að fylla öll ójafnvægi, að það ekkert laust fyrir veljugja fyrir okkur til að koma og fylla. Það eina solid ástæðan fyrir okkur að kaupa í premium. Hins vegar, þegar þú ert byrjandi, þá viltu helst ekkert vera að kaupa í premium. Það sem þú myndir vilja býða að segjum til dæmis við erum með ójafnvægi hér. Að færa hérna long, ég vona þeirra að glósa þetta hérna niður. En segjum að það ójafnvægi hérna og hér. Það sem við myndum búast við að markaðurinn myndi beila á ójafnvægi í premium og reyna að sækjast í að koma í discount til að halda áfram að fara upp. Ég vona að þetta svolítið skýrt, en við erum sem sagt með discount og premium. Við shortum í premium og við longum eða kaupum í discount. Selja, kaupa. Þannig að ef við förum aftur tilbaka, förum bara svolítið, förum bara á mánudaginn í síðustu viku, í þessari viku segja. Þetta ekki mánudagur, jú. Þannig eins og til dæmis, leið maður að draga út bara frá hingað til hingað.
Við drögum þetta út frá læsta lóinu til hæsta high innan í dealing rangeinu. Þið sjáuð að við erum með ójafnvægi hér og líka hérna. Við erum með þessi fair value gaps hér og hér. Þið sjáuð hvernig að draga þið, munið. Kerti low, kerti high, low. Það er gat hérna á milli, við krótum það út. Þetta kerti hér, við búumst ekki við því að við munum bánsast af því. Af hverju? Jú, því að það eru 1, 2, 3 auka fair value gaps hérna niðri. Þannig hvað myndum við búast við? Það sem við myndum búast við er að það myndi koma niður í hérna discounti. Þið munið, þetta er premium, þetta er discount. Við erum með ójafnvægi inn í discountinu. Það sem við myndum búast við að markaðurinn myndi koma allarleið niður aftur og halda svo áfram upp. Þannig að við myndum kaupa í þessu ójafnvægi hér, þessu fair value gap hérna, með stopploss okkar hérna niðri að sækjast í þetta high eða jafnvel þessi high hérna fyrir ofan. Hérna þetta buy side liquidity hér, buy side liquidity eða jafnvel þetta buy side liquidity hér, buy side liquidity. Munið, markaðurinn mun alltaf sækjast í sell stops áður en hann heldur áfram upp. Þannig ef þú ert að búast við því að markaðurinn fara upp, þú þarft líka þá að búast við því að markaðurinn tekur út sell side liquidity fyrst og svo fer hann upp. Þannig við myndum þá kaupa í discount hérna fyrir neðan 0,5. Við myndum búast við því að markaðurinn, við kaupum í discount og heldur svo áfram upp. Ég myndi ekki segja neinum að kaupa hérna, alls ekki. Víst að við erum með ójafnvægi hérna niðri sem er ekki búið að fylla og jafnvel hérna líka. Þetta er líka fyrir neðan discountið. Þannig að það er valid að kaupa þegar þetta snerti þetta fair value gap eða þetta hérna fair value gap. Þetta er hér. Munið, þetta er bullish fair value gap. Bullish er upp, berið sér niður. Aftur stopploss okkar hérna niðri að sækjast í þetta buy side liquidity. Perfect, þetta er 2 risk rewards. Þess að ef þú ert að riska $100 þá ert að græða 200. Og sjáum, fyrir markaðurinn allavega hingað upp, hann gerir það hérna. Bara bím, bara boom. Sell side, buy side. Buy side, sell side. Þannig að nú erum við svolítið búið að tala að markaðurinn sækist í sell side liquidity og buy side liquidity og hann sækist í það að fylla ójafnvægi til að halda equilibrium, að halda jafnvægi innan við markaðsins. Það sem ég vil minna ykkur á er að timeframein, sem sagt 1 mínúta og 1 mínúta, 2 mínútur, 3 mínútur, 5 mínútur. Það sem við myndum skoða aðalega og það sem ég vill helst að allir eru svolítið fastir á er sem sagt þetta er mánudagur er hér. Þetta er ekki mánudagur. Jú. Það sem ég vil að fólk heldur sig við er 5 mínútna timeframeið. Þetta er besti staðurinn, að besta timeframeið, það sem að fair value gaps eru svolítið að verða virt. Það er auðvelt að sjá swing lows og swing highs, sem sagt buy side liquidity, sell side liquidity, og það er auðvelt að spotta þessi ójafnvægi, þessi fair value gaps, FVGs. Þannig að þú veist, ef við förum bara snögglega frá vinstri til hægri, ef við förum bara snögglega yfir, við höfum sell side liquidity, við höfum fair value gap, það eru fair value gaps hér líka, við höfum fair value gap, fair value gap, fair value gap. Ef þú pásar bara vídeoið núna og ferð bara yfir frá vinstri til hægri, reyndu svolítið að króta út það sem þú sér sell side liquidity og buy side liquidity. Þess að það er endalaust aðeim, það er sell side, 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 sell side. Þótt að þetta allt hér er sell side, þá er þetta væntanlega mikilvægasta sell side liquidityið, en þessi eru hins vegar sell side. Sama með hér, allt þetta er buy side, allt þetta er buy side. En sem sagt, já, frá því það sem við höfum lært í dag, liquidity, fair value gap, equilibrium, premium discount, hvað myndum við nota til þess að kaupa
og selja varðandi hlutabréf. Ef við förum bara yfir á þriðjudaginn hér, ég ætla að stróka allt þetta hérna út, ég ætla ekki að stróka þetta gula hérna því ég þarf svolítið á því að halda, en ef við myndum bara svolítið fara yfir hvað við þurftum til að kaupa eða selja. Ok, förum bara, sjá, mér sýnist þetta hefur ekkert verið eitthvað rosa sanngjarnt hérna. Förum bara aftur yfir á 1 mínútuna því að það alveg svolítið solid. Ég vil samt að þið eru föst á 5 mínútunum, að þið gleymi ykkur ekki þar. Þetta er ekki gott. Hérna, þetta er flott. Þannig að ef við förum svolítið bara yfir, ég er enda búin að króta út þetta fair value gap hér, en það er bara fínt. Svo að ef við förum bara yfir hvað gerðist, þá erum við svo sagt með hérna, við erum með buy side liquidity tekið út, við erum með stop rate hérna, anskotin, svona stop rate, breytum þessu yfir í grátt, svona, við erum með stop rate og við erum svo sagt með að markarinn fer svolítið harkalega niður. Markarinn munið sækist í sell side liquidity sem væri þá þetta hérna, sell side liquidity, og við erum með þetta fair value gap sem myndaðist eftir að buy side liquidity var tekið út. Munið, buy side liquidity fyrst, svo fair value gap. Það sem við myndum þá gera, við myndum selja leið og markari snertir þetta ójafnvægi. Stop loss okkar myndi vera fyrir ofan þetta swing high hérna og við myndum sækjast í swing lowið hér. Þetta væri treytið ykkar. Af hverju myndum við selja hérna uppi? Jú, því að það er innan í, sem sagt, það er í premium. Meni, við shortum í premium, kaupum í discount. Þannig að þetta er perfect setup til þess að selja. Ég veit að flest eitthvað sem horfið, sem sagt, upp á topp, þið sjáuð að það er eitt auka hérna koncept, en það er sem sagt þetta market structure shift og við munum fara við það seinna. Ég held að þetta er svona allt sem að við tölum allt svona mikilvægast að sem sagt förum yfir það sem við tölum snöggast. Við fórum yfir að markarinn er algoritmi, við fórum yfir liquidity, buy side liquidity og sell side liquidity. Við fórum yfir að markarinn fer frá buy side í sell side í buy side. Við fórum yfir sem sagt fair value gap og að markarinn vill halda sér í equilibrium. Við fórum yfir premium og discount, að þú shortar í premium og kaupir í discount. Og við fórum yfir sem sagt hvernig þú getur notað þetta allt saman til þess að kaupa eða selja, sem sagt það heitir model eða modul. Og þetta er sem sagt upprunnin að 2022 modul, sem er hagstæðasta modelið sem til hefur verið. Það eru örugglega einhverjar stafsendingavillur, en getur ekki meira sama. Það sem ég vil núna að þið gerið er að ég vil að þið prófið ykkur áfram að nota sem sagt hérna trendline línuna til þess að til dæmis að breyta litnum á henni fyrir buy side, skrifi hérna buy side liquidity og þið getur þá farið inn í template og save as og þá getur gert buy side liquidity. Þannig að þegar þið gerir það þá getur þið farið bara í template og ítt á buy side liquidity og það mun akkurat læra eftir hvernig þú breytir þessu. Þannig að ég vil að þið noti trendline til að merkja út buy side liquidity og sell side liquidity og ég vil svo að þið noti rectangle til þess að merkja út fair value gap. Ég vil að þið merkið út sem sagt bearish fair value gap, þessi svört kerti eða rauð fyrir ykkur, og bullish fair value gap. Þannig að þið farið svolítið inn á TradingView og finna út úr þessu. Seinna það sem ég vilja að þið noti er að þið noti sem sagt Gann tool eða Fibonacci annarkvort til þess að merkja út premium og discount. Þið sjáu sem sagt að ég er með 0, 0,5 og 1
þið getið haft að 0 er rautt og svart grænt segi ég, og 1 er rautt og þá getið reyndar gert hvað var það, background svona, þá getið þið séð discount og premium, fattið svona, þá getið þið séð discount og premium. Þið getið einnig notað það sem heitir Fibonacci tool. Við munum svolítið nota það mikið yfir ferla okkar í hlutabréfum, en þar getið þið merkt inn 0,5 og 0 og þá getið þið séð sem sagt discount og premium. Heimanámið ykkar verður sem sagt að þið ætlið að fara í gegnum Nasdaq E-mini sem er bara NQ1 uppkrókunamerki. Þið munið fara í gegnum það og þið ætlið að finna og króta út buy side liquidity og sell side liquidity. Þið ætlið að finna fair value gaps og þið ætlið að finna sem sagt premium og discount. Þið munið svo setja þetta allt saman, buy side og sell side, og alla glósara sem þið eru búin að glósa niður. Til dæmis, ég vona að þið eru búin að glósa að ef þið búist því að markarinn fer upp, þá munið að taka út sell stop fyrst áður að fer upp, og ef að markarinn er niðurleið, þá munið að taka út buy stops áður en heldur áfram niður. Við tölum aðeins stop rate, við tölum ekkert eitthvað mikið meira það, en þið ætlið sem sagt að fara inn á hlutabréfamarkaðinn. Þið ætlið að nota allt þetta til að búa til ykkar eigin módel, sem sagt buy stop liquidity tekið, fair value gap myndast, markarinn fer inn í fair value gapið, inn í premium og þið seljið, og akkurat öfugt, sell stopið tekið út, fair value gap myndast, markarinn kemur tilbaka í discount og þið kaupið. Þið ætlið að gera þetta til að byggja upp svolítið ykkar kunnáttu fyrir næsta myndband. Þið verðið að hafa svolítið þetta allt upp á 10. Þannig að ef þáttur 2 er komin út og þið kunnið þetta ekki upp á 10, að þeir eru ekki búin að glósa, algoritma, liquidity, fair value gap, discount, premium, stop rate, 2022 model. Ef þeir eru ekki búin að glósa þetta niður, þá vil ég að þið gera það núna, farið svolítið yfir þetta, og svo í næsta myndbandi býst ég við að þið kunnið þetta, að ég þarf ekki að útskýra þetta aftur. Ég held að þetta er svolítið gott. Ég held að við erum búin að covera svolítið mikið og svolítið nóg. Eins og ég segi, ég ætla ekki að búa til mörg dæmi. Það er komið upp á ykkur til að fara í gegnum glósurnar ykkar og fara yfir þetta allt aftur og læra þetta svolítið betur, því að það er ekki upp á mig til að svolítið að mata þetta ofan í ykkur. Ég ætla bara að kenna ykkur hvernig þetta virkar og þið matið þetta ofan í ykkur sjálf. Ég gef ykkur matinn, þið skera niður, setja sósuna og kartöflunar á og góðið þetta í ykkur. Ég held að þetta er gott í bili. Ég heiti Ásmundur Ari, betur þetta sé gott að pissa. Takk fyrir mig.